Hvað ef Ísland hefði haldið áfram að vera konungsríki í stað lýðveldis með íslenskan konung í stað forseta? Þetta er fyrirkomulag sem nokkrir Íslendingar geldu við og reyndu að gera veruleika. Árið 1918 var sambandslagarsamningurinn undirritaður á milli Íslands og Danmörku. Þessi samningur kvað að Ísland skyldi vera konungsríki út af fyrir sig en í konungssambandi við Danmörku og eftir 25 ár myndi Ísland hafa rétt á að segja sig úr sambandinu. Þegar það nálgaðist að þessi 25 ára voru liðin voru ýmsar hugmyndir á lofti hvað þetta taka við. Sumir vildu halda uppi konungssambandinu við Danmörku, aðrir vildu lýðveldið með þjóðkjörnum forseta, en svo voru aðrir sem dreymdu sjálfstætt Ísland með sinn eigin konung. Jón Leifs var einn af þeim sem vildi búa til íslenska konungstétt og hann lét þessa skoðun sína í ljós í grein í blaðinu Iðunn árið 1937. Í þessari grein útlistar hann ýmsa vankanta í íslensku samfélagi sem ónafngreindir útlendingar hafa tjáð sig við hann í gegnum tíðina og þá sérstaklega menningarhliðina. Jón hefur áhyggjur að íslenska þjóðin myndi ekki vera velkomin í heldra samfélag Evrópu þar sem við erum ekki nóg fáuð, að það er engin aðalstétt hérna og við erum bara dálítið skrítin. Hann sem listamaður hafði miklar áhyggjur af þessu, þar sem aðallinn og hefðafólk báru oft kostnaðinn á að halda upp í list. Þannig ef það er engin aðall til að hlúa að hinum ýmsu listagreinum, myndi þær verið í lamasessi. Þannig hver er lausnin? Að flytja inn evrópskan aðal og bjóða þeim hásætið. Það myndi tryggja að við stæðum jafnfætis við aðrar Evrópuþjóðir í virðingastiganum og myndi tryggja langvarandi stefnu og aðhald í utanríkismálum. En hver kom til greina að vera konungur Íslands? Fredrik Kristján, þýskur nasistaprins sem vann í áráðusráðuneyti Goebbels. Árið 1938 fóru nokkrir Íslendingar á fund með prinsinum til að bjóða honum vinnuna. Prinsinn, hann velti þessu fyrir sér. Leist ekki illa á þetta, fór heim, talaði við konuna sína, henni líst vel á þetta, þannig hann var tilbúin að taka við starfinu. Þannig hann kallaði mennina aftur saman og sagði þeim hann væri til í djobbið ef Hitler myndi samþykja það. Prinsinn segist hafa verið búin að fá flest leyfið sem hann þurfti og var að gera sig líklegan til að flytja. En þegar stríð braust út í Evrópu, fauk allur undirbúningurinn í vindinn. Seinna í stríðinu féll prinsinn svo í ónáð nasistaflokksins og var sviptur af öllum opinberum störfum af Hitler sjálfum. Eftir stríðið var hann handsamaður af bandamönnum og dúsaði í fangabúðum í 3 ár. Árið 1952 gaf hann svo út endurminningar sínar sem er eina heimildin sem við höfum fyrir þessu atviki. Hann nafngreindi mennina ekki en Örn Helgason sem gaf út bókina Kóng við viljum hafa sem fjallar þetta mál áætlar að mennirnir hafi verið Guðmundur Kamban, rithöfundur sem var myrtur í Danmörku fyrir grun tengsl við nasista, Kristján Albertsson sem var lektor í íslensku við Berlínarháskólann á þessum tíma og Jón Leifs, íslenskt tónskáld og tækifærasinni. Ævisöguritari Jóns, Árni Heimir, telur engan vafa á því að það var Jón sem kom þessum fundi á. Í gegnum vin sinn Suckners sem vann í ráðuneytinu á þessum tíma. Það er ekki vitað til þess að mennirnir hafi haft nokkuð leyfi til að bjóða prinsinum starfið, en prinsinn virtist vera sannfærður það að íslenska þjóðin vildi sig sem konung. Á sínum efri árum senda hann nokkra fyrirspurnir til íslenskra stjórnvalda að athuga hvort það væri gett að veita honum einhvern opinberan titil eins og Graf von Reykjavík sem var ekki gert og enginn vildi kannast við hann. Svo árið 1973 kom hann til landsins með skemmtiferðaskipi og reyndi að hreyfa eitthvað aðeins við málinu sem gekk ekki heldur. En þrátt fyrir það sagðist hann vera tilbúin að koma hvenar sem íslenska þjóðin myndi þarfnast hans sem fallið á honum. Sko, það er margt óljóst í þessu máli. Númer 1, kom til hans í alvörinu sendinefnd. Voru menn í íslensku ríkisstjórninu sem hreyfðu við þessu en þorðu svo bara ekki að viðurkenna það? Voru það þessi 3 menn í nefndinni og buður honum starfið á hans að spyrja kóngni prest? Kannski, en þetta er áhugaverð saga, þótt sannleiksgildið sé umdeilt.